Helgi Rúnar Bragason, þjálfari kvennaliðs Þórs í körfubolta. Helgi, nú körfuboltavertíðin hjá stelpunum búin en boltinn heldur áfram að rúlla, úrslitakeppnin. Áður en við lítum yfir farin veg. Hvaða lið klárar úrslitakeppnina, Grindavík eða Fjölnir? Já, byrja bara einn í stóru spurningu. Sko, ég myndi, ég ætla að veðja á minn uppeldisbæ Grindavík, takk þetta. Það komið til með að klára þetta? Já, þær eru bara það vel spilandi lið og eru með flotta breidd og margar ungar stelpur sem að geta látið enn meira til sín taka hann á vellinum og eru bara með flottar aukaæfingar og annað sem ég held að eftir að skila núna í úrslitakeppninni. Helgi, að þú nefndi nú ungar stelpur, þá ætla ég að snúa þessu algjörlega við og byrja bara á okkur. Þú varst með heldur betur ungt lið í höndunum þegar við byrjum í haust og reynda þegar þú byrjar í hitt í fyrra. Ungt lið, ef þú lítur svona yfir farin veg, hvernig ertu sáttur við útkomu vetrarins? Ég held að það sé raunin ekki hægt annan að vera sáttur við veturinn ef maður hugsa áranguslega séð. Og rauninni það að við séum að enda í 3. sæti í þessari deild með fullu húsi stiga á svokölluðu þessi lið sem eru fyrir neðan okkur. Þar alveg við talum að við ekki tapa eina leikamóti í öllum þeim liðum frá 4. sæti og neðar í allan vetur í 3-faldur umferð. Það rauninni stórkostlegur árangur með þetta ungu lið eins og segir. Ég þannig að bara þannig þjálfari að ég alltaf tilbúin að gefa öllum tækifæri sem að eiga það skilið, sem að vinna sér inn fyrir á óháð aldri. Skiptir mig engu máli hvað eru gamlar, ef ég sé það eru tilbúin í og ég sé það langar að láta til sín taka, þá hef ég gefið þeim gott tækifæri og það það sem ég mjög ánægður með. Eitthvað sem að í þessari, þegar þú kíkir í baksýnisspegilinn, eitthvað sem kom þér á óvart í deildinni eða spilast þetta nokkuð kannski eins og þú áttir von á? Nei, það svona kannski, já, svona helst kannski tvennt sem að ég átti von á kannski öðru myndi spilast aðeins öðruvísi. Það annars vegar til dæmis ÍR sem eru með virkilega góðan þjálfara, Ólaf, sem hefur verið að standa sig vel í góðri umgjörð í kringu liðið, verið að efla þær mikið bæði utan sem innavallar. Að ég átti von á þeim sterkari en það, svo sem þeim til varnar var pínulítil meiðsli og veikindi hjá þeim í haust sem að hann komið kannski aðeins seinna í gang og hitt kannski það að Hamarsliðið sem að bara búið góðum leikmönnum en náðu einhvern veginn aldrei að koma sér saman, skiptum þjálfarum áramót. Ég átti von á þeim sterkari. Þetta eru 2 lið sem ég átti von á myndi bara vera að berjast sæti í úrslitakeppninni og náðu því ekki. En já, þetta svona einna kannski helsta sem ég myndi segja. En svo náttúrulega var gaman að við fengum að hafa Tindastól með í vetur. Þetta svona stutt að fara og svona nágrannar slægir og það voru skemmtilegi leikir við þær. Já, mjög svo. Ég var virkilega ánægður að fá Tindastól inn í þetta. Bara líka það að við séum ekki eina liðin út af landi í þessari kvennakörfu. Þetta svo þroskandi fyrir hinliðin fyrir sunnan að það þarf að koma fleiri ferðir á landi út á landsbyggðina. Það er bara gott og það kannski svona leiðilegt að þurfa að segja í fjölmiðla en það alveg lýgilegt hvað þessi lið fyrir sunnan á suðvesturhorni eru löt og finnst allt ómögulegt að koma út á landa en það bara hollt fyrir eins og segir. En hvað allavega ég varða með Tindastóla þá ég mjög ánægður að fá þau inn í þetta því að þau bæði bara hafa góðan grunn, eru byggja á 2003 árgangi hjá þeim sem feikilega sterkur og góð breidd og ég bara fagna það að þeir koma inn í þetta og vonandi halda því þegar áfram á næsta ári. Helgi, liðið okkar í vetur, það vorum að rekna út fyrir viðtalið, meðalaldurinn eitthvað rétt rúm 18 ár,
En hópurinn var ekki stór, þarna erum við náttúrulega með nokkrar alveg næstu því bara barnungar stelpur sem að léku bara býsna stórt hlutverk í liðinu í vetur, eins og Karen og Kristrún og Eva, þetta eru og Kolfinna sem kom aðeins inn líka, þetta eru stelpur sem eru náttúrulega bara, þetta eru bara úlingar en þá, en það er náttúrulega höfðu gríðarlega öfluga sterka leikmenn með sér. Já, það gerðu það og hérna í rauninni aðdáendurnir verða að fylgjast með og ég held að þær hafa sannað svolítið nýtt fyrir mörgum þjálfurum í þessari deild og sem hafa fylgst með þessari deild að aldurinn í rauninni skiptir ekki öllu máli ef þú ert bara tilbúin andlega og tilbúin að leggja á því líkamlega líka að þá hérna ertu alveg fær að vera í þessari deild og skila vel að þér. Þessar ungu stelpur fengu vissulega mjög góða hjálp í svona, eins og ég segi, hersöðingjunum okkar Rut og annað sem að gat svona aðeins miðlað, hún var svolítið kannski í öðru hlutverki líka, hún Rut í vetur, heldur en oft áður, en það fór henni rosalega vel, ég verður að segja það, bæði held ég þroskandi fyrir hana og hún þurfti svona aðeins að kannski stilla sig svolítið inn á það og hérna og gaf rosalega vel frá sig, gaf mikla strauma og jákvæðni og pepp og annað til þess að stelpu sem að ég og þær eru rosalega þakklátar og það er að finna við að ekki síst þá skilaði þessi vetur Rut bara í hennar einum albesta körfuboltavetri tölfræðilega séð og að það sem ég fylgst með inn á Körfunni og Akureyri og þegar hún hefur verið að besti veturinn sem að spila sem ég hef séð hana gera lengi. Hún er svona eins og gott rauðin, hún verið með 3 ára. Já, menn hún er náttúrulega ekki nema, hún er bara kornung sjálf, sko. Þannig að hún er bara á besta aldri og hún er á þeim aldri að þú ert bara að toppa þessu tíma, þannig að kannski svona rökrætt framhald að henni ferli og hún á helling eftir og því miður hefur kannski verið svolítið viðlofa við kvenfólk í íþróttum að það hætti fyrr heldur en karl. Þær hafa oft svona, þegar að nálgast 30-aldur en þá er það einhvern veginn fyrirlega að vera búin en þann á þá bara að vera í toppi. En hún allavega svo sannlega vann vel fyrir hlutunum og hérna kannski ekki bara í þannig vinnu líka og var hérna eignast barn á hérna ákvæmt í miðri úrslitakeppni þegar hún var að byrja bara þegar fyrsti leikurinn var þá var hún bara fæðingardeildinni með Unni konu sinni þannig að það var svolítið stór skarð að fylla en hérna vissulega þakkláttur bara fyrir hennar framlag og svo náttúrulega fá Silvi inn sem að er rauninni eins og bara líka leikmaður á að toppa þarna nánast mætti halda á sínum ferli en hún er ekki nema 20 þannig að það er svo margir sem halda það að Silvía sé bara miklu eldri en hún er en við verðum líka að hugsa að bara þvílíkur leikmaður sem hún er og það ekki nema 20 aldri. Já, eins og við talaðum í allan vetur þá náttúrulega Silvía, hún er bara hreinlega ígildi bara erlegs leikmanns fyrir okkur. En svo þegar ég talandi hérna með hvað liðið rúmt það kannski margir sem gleyma því og átta sig á því að eina af þessum ungu stelpum sem er Hrefna Óttarsdóttir sem er nú bara á 18. ári, hún næri ekki meðaltælinu. Þetta er stelpa sem var að leika sem meistaraflokksleiki bara fermingarárið. Jú, hún kemur bara inn í þetta sama aldri og Kristrún, Eva og Karen gerði fyrra, bara fermingaraldurinn eða árið eftir fermingaraldur þannig að þær koma inn hún kom bara svo í gripja fram í fyrir við tókum myndir af Hrefnu daginn sem hún fermdist þá fór hún í kirkju, kom í leik og fór svo í veisluna. Já, sérðu það og hún er þá bara orðin hérna bara stór reynslu manneskja í þessu liði en hún Hrefna er hérna yndislegu leikmaður að vinna með og alveg ótrúlegu leikmaður og það er svona hennar framlag er hérna er bara virkilega stórt í þessu liði og hún hérna fór svolítið í nýtt hlutverk byrjaði svolítið aðeins á því með henni kannski fyrr heldur en hún hefur verið vön hún er kannski ekki þessi pjúra leikstjórnandi þannig fyrra var ég svolítið aðeins að pína henni í það að taka upp boltan á móti Ernurún
og svo núna í haust að þá átti hún svona að reyna að leiða það hlutverk enn meira og þegar að leið á veturinn var rauninni Karalind sem kannski bakka hann svolítið upp með það, en hún náttúrulega bara pjúra tvistur á guðsnáð og getur svo sannarlega og sýnt það í öllum í sér deild að hún getur vel dripplað og verið góðu leikstjórandi ef hún langar til þess. Þannig að hún mjög fjölhæfur leikmaður og ekki síst, svo hún virkilega bara verða öflug 5, allavega einstakar sinnum á æfingum. Nei, hún leikmaður sem að ég met mikils og verður algjör hryggjarsólin í þessu liði bara ókomin ár og reyni algjör synd að það voru nokkrar jákvæðar fréttir í vikunni hjá okkur með landsliðssætið, þá ég ekki alveg nógu sáttur að hafa ekki séð hann í þeim hóp líka því hún á það skilið og með því líka tölfarana sem hún hefur sýnt í vetur og ábyrgða hlutar sem hún teki í ungu liði sem að ná virkilega góðum árangur, þá hún bara máttastólpur í liðinu og komast hérna ekki í hennar lokahóp synd. Og ekki bara hún sé góður leikmaður, hún félagslega hún gríðarlega sterk líka. Já, akkurat, og það ekki sísta sem að vantar í þessi landslið. Það nú oft svona fyllt svona þessi landsliðum ákveðna prímadonnur sem að hafa ekki verið góða félagslega og það svo sannarlega ekki með hennar Hrefnu, þannig að það ennir plúsin sem að kannski sést ofta ekki á pappírunum, en þannig að pínum vonbrigði með að því hún virkilega vann fyrir því vetur að mínum mati og það allt sem að segir og spilas með því að hún á klárlega heima hana en einhvað sem að voru að missa af sem að allir hinni sá, veit ég. Við segjum bara eins og kona sagði fórum dag að hennar tími mun koma. Já, menna Hrefna ef hún þolinmóð líka, þannig að þetta náttúrulega kannski pínu svekkelsi en hún verður bara að vera þolinmóð, ekki hætta frekar en aðrar. Eva Víum ég vilja líka sjá til dæmis yfir 15, stelpa sem að búin að halda upp í þessi liði á sér 2004 árgangnum í kvennaliðinu, skorar henni við 40 stig leik þar og að spila einhverja hátt í 20 mínútur eða svona 18 mínútur leik hjá mér meðaltali vetur og bara vaxandi leikmaður. Þetta annar leikmaður sem ég vilja sjá á landsliðinu og við erum að tala 14 ára gömul að spila í meistaraflokk og að standa algjörlega upp í stórum og sterku leikmönnum og gefur þeim ekki tommu eftir. Það eitthvað skrítið að sjá ekki svoleiðis stelpur í landsliði líka. Það terra missir af veljan ekki. Já, og klárlega og ég held að bara einhvað hafi klikkað þar í skáting hjá þeim þjálfurum, ágætu þjálfurum sem þar eru. En að því sögðu að þá það ungar, Hrefna líka og það nóg eftir og það eiga svo sannarlega framtíðina fyrir sér í þessu ef að leggja sig hart áfram eins og það að gera í vetur. Við efumst ekki það Helgi að þær gera það og þegar að heyra svona meistaraefni eins og Helga Rúna segja svona þá þetta þeim hvatning. En Helgi, hvað með framhaldið? Hvernig sérðu næsta vetur fyrir? Verður þú áfram? Hver næstu skref? Næstu skref hjá mér? Nei, sko ég hef búin að tilkynna stjórninni það að ég og líka stelpunum að ég mun ekki geta þjálfaðar áfram og sögum bara vinnu sem ég í núna. Hún þannig eðlis að þetta ný vinna sem ég kom inn í fyrra og eftir að vera með 1 ár með stelpunum að þá langar mig að reyna á það að taka annan vetur með þeim að því mér fannst ég eiga meira inni með þeim og á það ennþá og stelpunar, þetta svo skemmtilegur hópur að þjálfa og vinna með að það var ekki annað hægt en að fá annað tækifæri með þeim og sem við gerðum en svo kemur bara ljós að þetta ekki alveg að ná saman, bara finnst mér persónulega að tengja þessa þjálfun úr einu félagi við starfi sem raunni framkvæmdastjóri við reglífa samtökunum Íþróttabandalag Akureyrar. Það kannski svona eina af ástæðunum sem að ég hef ákveða stíga til hliðar en svo sannarlega mun ég stíga þær áfram sem aðrar stelpur og aðra íþróttamenn á Akureyri bara þessi stað. Þannig við höfum kannski eftir að sjá því svona í einn af þessum svona fólkana bak við tjöldin.
Já, og það fólk svo sannarlega mikilvægt eins og hefur reynst hjá þessu liði til dæmis í vetur og það ágætt og kemur inn að það því að þetta lið sem að Þór Akureyri hefur í kvennakorfunni allavega, ég get talað það, hefur svo sannarlega fengið flotta fulltrúa bak við tjöldin til þess að vinna með vetur og bæði sérstaklega sem við nefna bara Mörtu sem að kemur hann inn í stjórn og kvennaráð og hefur algjörlega séð þessa stelpu bara frá A til Ö og svo alla hennar hjálpa sinna sem hafa komið með áveistisbakkana og bílstjórana og allt þetta sem hafa hjálpa til og gert veturinn bara mjög skemmtilega og umgjöruna á kvennaleikjanum, bara kvennaráði í heild sinni. Vil ég bara þakka kærlega fyrir alla hjálpina og sýna þessi stelpum að þær eru og bara öllum liðum sem koma á norður og dómurum að hvað þessi flott umgjör að verða hérna fyrir kvennakorfuna. Talandi það svona að fara á leiki hjá mörgum öðrum liðum að þá með fullri virðingu fyrir þeim, þá sér maður nú vart svona flotta umgjörð annars staðar eins og hérna hjá stelpunum hérna. Ég tek algjörlega undir það og við fáum reglulega að heyra það frá þjálfurum og dómurum hversu frábært þetta að koma hérna norður, hversu vel tekið á móti, bæði inn á vellinum og aðstæðan sem við erum að bjóða upp á, kynningar og stemning bara, fá að vera í íþróttahöllinni. Ég vil segja íþróttahöllinni náttúrulega klárlega vettvangur sem að þær þurfa að halda áfram að spila í og þær finna það hversu mikið og öflugt það að fá að vera þar í leikjum og einstökum æfingum. Þannig að þetta finnst mér að hafa verið mikil bót á frá því að ég byrjaði. Ég var rauninni fyrir 2 árum, fyrir ég byrjaði sem þjálfari, þá var ég rauninni algjörlega fannst mér verið svolítið einn í þessu og það var ekki fyrir svona áramótin í fyrra sem að Þorgils Dúti kemur og byrjar svona aðeins að vinna betur í þessu málu með mér og ég allavega eins og staðan í dag skil bara mjög sáttur við stöðu kvennaliðsins eins og hún núna í dag. Það eina sem okkur vantar, það bara fleiri leikmenn, fleiri inn í hópin og vonandi náum við að fjölga þar í sumar og fyrir næsta vetur því að þetta svo flott og skemmtilegt umhverfi að vera í og svo stelpurnar líka bara svo askoti skemmtilegar, góði félagskapur. Ja, þú komst inn á þetta með flutningin úr síðuskóla upp í Höll. Sitt sýndist hverjum í haust en sýnist þér bara að þetta hafi ekki verið bara hinn besta ákvörðun? Bara langt besta ákvörðun sem hefur verið gerð núna lengi var þetta í kvennakorfuna og það var eins og segir, það voru ekki allir sammála þessu og ekki alveg allir að kaupa þetta en ég allavega tel að þó að áhorfendabekkirnir hefði alveg rúmað fleiri áhorfendur á leikjunum þá var samt sýnilega fleiri í vetur á leikjum heldur en í fyrra í síðuskóla og þetta bara allt annað umhverfi allir virðingu fyrir Gunna og Söru sem eru frábæri starfsmenn síðuskóla þá bara íþróttahallinn hefur bara miklu meira sjarma sem leikvangur fyrir kvenna og karlakorfu Þórs. Svo kannski líka sem að hefur hjálpað til og það þetta stuðningsmannaherbyggi sem að Karfani fann að deila með handboltaliðinu okkar þannig og það þjappar fólki saman í hálfleik og eftir leiki og það kannski eitt af því sem að gerir umgjöruna hvað skemmtilegri. Já, ég held að hljóti bara að vera miklu skemmtilegra að vera 7. maður í dag heldur en í fyrra. Fá bæði þessa stemningu fyrir og eftir leiki og hálfleik og svona í góðu umhverfi. Það alveg hárrétt hjá þér og þannig að ég held að það bara einhvað sem að Karfan þarf að byggja á. Nú strákarnir komnir í úrvalsdeildina næsta ári. Þannig að það verður bara vonandi vel sótt þetta stuðningsmannaherbyggi og umgjörðin bara eftir að vera enn betri, bæði karla og kvennamenn. En við ekki gleyma því þá var strákarnir sem farnir upp og þá var stelpunar svo nálægt að fara upp ef að vilja til þess og það þarf ekki mikið til. Ég hef oft sagt þetta að bara 1-2 leikmenn frá því fyrra ef ég haft í hópnum og þá værum við alveg vel færum að fara upp og þetta þarf svo lítið til, þarf bara góða þjálfun, þarf umgjörðina og við erum ekki með kana, við erum notu beina alltaf að tala um það líka pínu að við erum ekki með kana í þessari deild sem að ég hef
tala svolítið á móti, finnst þér raun öll liði ættu ekki að gera. Það er raun ekki hægt að lagalega skylda liðin að vera ekki með kana, en svona það væri hægt að hafa einhvers konar heiðismanna samkomla og því miður eru bara önnur félög fyrir sunnan sem að treysta sér greinilega ekki að fara upp á sínum eigin ágætum og þar að leiðandi skapast þetta svona ójafnvægi, myndi ég segja, milli liðanna. Þannig að má segja kannski að Þór Akureyri sé bara langbesta íslenska liði í deildinni. Og vonandi kannski má segja þá líka Helgi að hjá Þór hafi þetta verið þetta þolinmæði sinna, þolinmæði dyggð og vonandi að hún haldi áfram þessi þolinmæði. Já, hún þarf að vera og það er með allar íþróttagreinar og það er með alla íþróttamenn. Ef þú ætlar að ná langt í þinni íþróttagrein þá þarftu að hafa marga góða eiginleika og þolinmæði er eitt þeirra. Og það er ekkert allt sem vinnst á einu ári eða einu leik eða slíkt. Þetta er langklaup að loka takmarkinu og það þarf bara svolítið tíman með því og ef við horfum bara á þessu liði núna og talar hvað er ef við höldum þessum megin hryggjarsól í liðinu og náum að bæta við fleiri þá sérðu það að þetta er ansi mörg ára eftir hjá þessu stelpum. Hrefna er ekki árið 18, Karen er 15, Kristrún 14, Eva 14, Marta 16, Kolfinna 16. Þetta er alveg, sérðu það og svo erum við með Silvíu 20, Jönu 22 og Rut á besta aldri 28. Þannig að þú ert eiginlega að segja með öllu þessum upplýsingum og þessum hvatningu sem að með liðið og allt þetta, að þetta getur bara verið spennandi hlutverk fyrir þjálfara að koma hingað norður og spretta sig. Já, fyrir hvaða metnaðfulla þjálfara þá er þetta spennandi hópar að taka við. Hann er vissulega pínuþunnur og brotættur kannski svolítið, hvað það varðar. En ef við fáum einhverja, ég segi svona 3-4 leikmenn sem að geta spilað eða æft inn í æfingahópin, að þá ertu strax komið með allt annað í höndunum að vinna með. Og það er rauninni bara háð okkur í vetur, er breiddin á hópnum, breiddin á æfingahópnum, en það sýnir sig líka þá það að með hvað hann var þunnur, að það eru coachable. Það er hægt að þjálfa vel þó svo þú sért ekki alltaf með 10 æfingum og þær eru meðtækilega fyrir því og eru þá bara að vinna sér inn skilninga á öðru þætti leiksins með þeim æfingum. Þannig ef einhver metnaðarfullur þjálfari að svona hringir í Helga Rún og þú mælir með þessu starfi? Já, og ég klárlega, ekki spurning. Ég myndi vilja svo sannarlega, minn vilji er að skilja við þetta liði þannig að það sé komið í góðar hendur nýs þjálfara. Það er bara markmið næstu daga og vegna, það er að finna þennan metnaðarfulla þjálfara, hver sem hann verður eða sá verði að taka við þessu flotta verkefni. Já, það væri bara svo sannarlega til að gera og hjálpa til við ef að stjórn hefur áhuga á því. Ég er nú aðeins gauka að þeim nöfnum og vonandi fara þau bara þá vinnu sem fyrst af því að það er ekkert eins verra fyrir leikmenn og lið að vera kannski í óvissu í alltaf langa tíma og það sannaði svo sannarlega fyrir 2 árum síðan árið ég var ráðinn að það var leið alltaf löng bið og það er ekki gott fyrir neinn. Áfram gakk og bara takk fyrir mig. Helgi, ég segi bara fyrir hönd heimasíðu Þórs og ég tala ábyggilega fyrir menn mjög margara þegar ég segi bara takk kærlega fyrir þitt framlag til körfuboltans, takk fyrir störfin og ég trúi því og treysti að þú verðir áfram með okkur í baklandinu, yfir og allt umkring og veitir okkur áframhaldandi lausug. Já, og fyrst og fremst verð ég alltaf til taks fyrir stelpunar ef að vantar einhverja aðstoð, ábendingar, ráð, aukaæfingu eða einhvað slíkt, þá er ég alltaf til dags og tilbúin að hjálpa til hvar sem ég get. Stelpur, stjórnarmenn, Þórsarar, þið vitið hver ná í Helga
Helgi, takk fyrir. Takk sömuleiðis.